fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 1. mars 2016 og við byrjum á tillögu númer 1 í útsendri dagskrá. Það tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata heildstæða stefnu í aðgengismálum. Forseti vekur athygli á því að liður númer 13 mun færast upp fyrir lið númer 6 á dagskránni. En það svo sem seinni tíma mál. Til máls tekur borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kem upp í dag kannski sem formaður ferlinefndar Reykjavíkur, frekar en bara sem borgarfulltrúi, og það mikil ánægja að fá að tala hérna fyrir tillögu okkar að stofnað verði stýrihópur sem markar heildstæða stefnu aðgengismál í Reykjavík. Lagt til að í hópnum sitji fulltrúar mannréttindaráði, umhverfis- og skipulagsráði og ferðinefnd fatlaðs fólk, en með hópnum vinnur starfsfólk á mannréttindaskrifstofu, umhverfis- og skipulagssviði og velferðarsviði. Starfshópurinn skilar niðurstöðum fyrir 1. desember 2016. Samkvæmt samþykktri stefnu Reykjavíkurborgar frá árinu 2004 skal öll starfsemi Reykjavíkurborgar vera rekin í húsnæði sem að fullu aðgengilegt, hvort sem þeir í eigu borgarinnar eða leiguhúsnæði. Þann 10. september 2004 skipaði borgarstjóri nefnd aðgengismál fatlaðs fólks að stofnun Reykjavíkurborgar og snéru verkefni nefndarinnar eingöngu að húsnæði og byggingu borgarinnar. Ný samþykkt fyrir ferlinefnd var samþykkt árið 2014 og það svo ferlinefnd sem ég hef forystu fyrir og við störfum samkvæmt henni. Það mjög mikilvægt að Reykjavíkurborg setji sér stefnu aðgengi að borgarlandinu og alla innviði borgarinnar. Því lagt til að borgin móti sér stefnu algilda hönnun í borgarrýminu sem skal vera hönnunarforsenda við nýframkvæmdir og endurbætur. Sérstaklega þarf að huga þegar byggðu umhverju lítið því tilliti til aðgengis að og í stofnunum borgarinnar sem innviðum hennar. Einnig þarf að móta stefnu í því hvernig fara skal með byggingarleyfisskylda breytingar á þegar byggðu húsnæði og hvernig skuli taka á aðgengismálum þegar ákvæði byggingarreglugerðar geta ekki verið uppfyllt. Á grundvelli stefnunnar skal unnin innleiðingar áætlun þar sem sett eru fram mælanleg markmið. En það má spyrja sig, hver þörfin fyrir stefnu aðgengismál fyrst að borgin ákvað árið 2004 að allt húsnæði skyldi vera aðgengilegt? Svarið einfalt, þeirri ákvörðun hefur ekki verið fylgt og mun líklega aldrei geta verið fylgt að fullu. Við búum bara við þann veruleika að stór hluti hins þegar byggðu umhverfis í borginni óaðgengilegt. Þetta við bara göturnar okkar í borginni, verslanirnar, veitingastaðina og líka okkar húsnæði. Skólan okkar, eins og til að mynda bara Melaskóla eða Austurbæjarskóla sem algjörlega óaðgengilegir og líka bara flesta leikskóla í borginni sem í allskyns húsnæði. Þannig að ákvörðun sem segir allt skal vera frábært, hún ágæt, en hún kannski ekkert sérstaklega gagnleg eða hjálpar okkur í svona hinum praktísku verkefnum. Og þrátt fyrir að byggingarreglugerðin sé skýr það hvert skuli stefna í því að húsnæði skuli vera aðgengilegt, það óaðgengilegu stöðum ennþá að fjölga í dag. Reykjavíkurborg sem hefur unnið markvisst í mannréttindamálum og sett mannréttindi í forgang þegar kemur til að mynda innflytjendum eða samkynhneigðum í dag ekki að standa sig þegar kemur að réttindum fatlaðs fólks með því að standa ekki vörð aðgengi og ferðafrelsi þeirra sem þurfa aukið aðgengi. Og þetta bara staðreynd sem við þurfum að horfast í augu við og við verðum líka átt okkur á því að þetta ástand lagast ekki með fögrum loforðum allt verði betra, heldur með því að fara í nákvæma vinnu sem segir okkur hvernig við ætlum að ráðast á þetta vandamál. Þetta risastór fíll sem verður bara að borða einn bit í einu og við þurfum að horfast í augu við verkefnið eins og það En þetta líka spurning hugafar. Við verðum að hætta að hugsa aðgengismál sem einkamál fatlaðs fólks eða fólks með skertar aðgengisþarfir vegna til dæmis aldurs. Aðgengismál varða okkur öll í samfélaginu og við eigum vera vakandi fyrir því alltaf að gott aðgengi sé víðast. Við eigum ekki að þurfa að vera í hjólastól til þess að pirra okkur á því að aðgengi sé ekki uppfyllt. Við eigum öll að vera verður það að aðgengi sé gott, af því að aðgengismálin til bóta fyrir okkur öll. Og aðgengismálin líka öryggismál og aðgengismálin líka jafnréttismál. Og gott aðgengi ekki lúxus, heldur nauðsyn í samfélagi sem að eldast og líka hryggjarstykkið í þeirri stefnu að eldra fólk geti lifað sjálfstæðu lífi og verið sér lengst í heimahúsum.
Síðan sá hópur sem í samfélaginu sem upplifir skert lífskeiði vegna slags aðgengi sem rekja móti fötlunar líka mjög stór. Hann miklu stærri heldur en við áttum okkur á. Það ætla megi að 60.000 Íslendingar séu með mannesku í sínu nánasta hring sem hefur þörf fyrir gott aðgengi, sem í hjólastól. Og það engin smá hópur. Við erum með þá staðreynd að við erum með foreldra í hjólastólum sem komast aldrei að sjá börnin sín spila á tónleikum í tónlistarskólanum af því að hann aðgengilegur. Við erum með fólk sem getur ekki sótt íþróttaviðburði hjá börnunum sínum eða sótt börnin sín á leikskóla eða grunnskóla. Þetta miklu stærra dæmi heldur en við föttum. En þá kemur að hinni hliðinni sem umræða sem fer alltaf að stað sem kostar aðgengi ekki peninga. Þetta ekki dýrt? Og ég veit ekki hversu marga greinar ég hef lesið það að það sé aðgengi fyrir fatlaða sem sé að hleypa upp öllum byggingakostnaði í Reykjavík. Þetta bara ekki rétt. Það var mjög gaman að fá kynningu hérna á byggingareglugerðinni og margir hérna inni sem sóttu þá kynningu sem var bara daginn. Þar ræddu við aðgengi fyrir fatlaða og byggingareglugerðin og breytingarnar á henni og það komst ég að ég held að flesta sem skrifi greinar sem snúa því að aðgengismál séu svona hryllilega kostnaðarsöm og við þurfum að kenna einhvern veginn þeim sem séu hjólastól háan byggingakostnað. Ég held enginn að þessum einstaklingum hafi lesið byggingareglugerð eða kynnt sér hvað fel í þessu í raun og veru og það kom mörgum okkur mjög á óvart að heyra hver raunveruleikinn Að því aðgengi ekki dýrt en lélegt aðgengi það kostar okkur virkilega miklu peninga. Skítmix dýrt, eftirárettingar eru dýrar. Það að þurfa að setja fólk inn á sjúkrahótel að það ekki með aðgengi heima hjá sig vegna tímabundinna veitinga, það dýrt. Allar svona rettingar eru dýrar. Sértækar litlar breytingar á húsnæði eftir á, þær eru dýrar. Að hanna fyrst húsnæði, að vera arkitektinn sem sest niður og hannar heila blokk sem fullkomlega óaðgengileg og þar sér að bæta inn í henni alls kyns hlutum, jú það líka ábyggilega dýrt og tvítekning. Þess vegna verðum við líka hætta að reyna endalaust að vera að hanna aðgengislaust húsnæði, lélegar götur og taka á leigu húsnæði sem hefur ekkert aðgengi eða leggið eða peninga. Við þurfum bara að hugsa þetta frá byrjun. Þess vegna held ég að svona stefna sé gríðarlega mikilvægt. Ég held að við þurfum að kveikja á perunni út alla borg, inn á öllu sviði borgarinnar, þess að allir lappi í takt og vinna kerfisbundið að því saman að gera gott aðgengi að bara rauninni því sem við teljum vera eðlilegt og hættum að líta það sem lúxus eða hengja á það eitthvað kostnað. Þetta á bara að vera sjálfsagt og þannig gerum við borgin okkar betur fyrir allra og stöndum undir nafni sem mannréttindaborg. Takk fyrir. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, næsta mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar. Mig langar nú að byrja á því að þakka borgarfulltrúa Kristínu Soffíu Jónsdóttur kærlega fyrir að setja þetta mál á dagskrá og mér finnst bara það sem framkom í hérna máli allt mjög rétt og satt og held að við getum öll tekið undir mikilvægi þess að fara í þetta mál allt saman. Það sem að maður svona bara velti fyrir sér sko hvar við erum stödd, hvar erum við stödd þegar við erum farin að, þú veist, ári eftir að til dæmis áherslur ferðinefndarinnar að koma út erum við að sjá, þú veist, að þeim ekkert fylgt eftir. Við erum að gefa út alls konar stefnur og samþykktir, svo virðist sem að þetta skilir sér ekki á rétta staði. Og ég ekki að tala þetta einstaka dæmi, ég tala bara mörg dæmi sem að núna að einhvern veginn birtast okkur, meðal annars með mötuneytin í skólunum, þar sem börnin einhvern veginn allt í einu maður að fá upplýsingar það, börn með nesti fá ekki að sitja á samastað á aðrir og eitthvað svona, eitthvað sem að held ég hafi komið okkur öllum á óvart, engan veginn samkvæmt neinni stefnumörkun héðan. Og það eru fullt af öðrum dæmum sem að til eru, þó ég munið ekki akkurat núna, þá spyr maður sér svolítið bara, hvar erum við eiginlega stödd? Þegar fyrst erum við einhvern veginn að
setja stefnun og þetta samþykkt af öllum. Já, ég get alveg ímyndað mér það að það er erfitt að fara eftir öllum þeim samþykktum sem héðan berast fyrir þá sem að stjórna sviðunum og einhvern veginn aðgerð að binda þetta niður í áætlanir og verkefni. Já, það er erfitt, ég skil það. En ef þetta er bara ekki að skila sér, eins og bara staðan er núna, nú er bara verið að leggja fyrir að verið bara skipaði stýrihópur til að fara í gegnum þetta, þá, já, ég maður spyr sér bara, hvar erum við þá eiginlega stödd? Er þetta kannski bara alltaf nauðsynlegt að hafa stýrihóp til að fylgja eftir öllum stefnum og áherslum? Eða hvað? Ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir. En mér finnst tillagan að sjálfsögðu afskaplega góð. Ég tek undir það sem að framkom í máli borgarfulltrúans aðgengismálin og við til dæmis vorum ræddum þetta held ég, ég man ekki hvernig það var en það var í sambandi við Hverfisgötuna síðast þegar í ljós kom að endurbætur á Hverfisgötunu höfðu engan veginn staðist samþykktir héðan og ferlinefnd mun áttur að fara að vinna í því, ég veit ekki hvað staðan er svo sem á því verkefni per se, en þar kom alveg skýrt fram líka að þetta bara svo virðist vera sem að ferlarnir okkar séu ekki að virka. Og til hvers erum við þá að sitja í þessum sal? Ég bara stundum átta mig ekki á því. Ég held að við ættum bara að fara að grandskoða í raun og veru hvað vinnan og hvert skilar vinnan okkar sér. Eða erum við bara bladrandi 15 manneskjur hérna sem að, þú veist, bara höfum ekki að segja, sko. Ef þetta fer ekki niður í áætlanir og aðgerðir, þá getum við alveg sleppt í að sitja í þessum sal. Takk. Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu þá og Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, óskar eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Þetta er bara örstutt, kannski athugasemd. Bara þakka borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir kærlega fyrir þetta. Bara fín hvatning, en það er kannski mikilvægt að áttum ykkur á því að það er engin heildstæð stefna til í aðgengismálum fyrir borgina. Og það hefur vantað. Og það held ég akkúrat að hafi sem veldur því að það verða mistök við hönnun eins og Hverfisgötunni eða þegar verður að gera breytingar á húsnæði. Það er engin heildstæð stefna sem segir okkur hvernig við ætlum að starfa. Og byggingarreglugerðin, hún gagnast mjög víða þegar við erum að fara til ný hverfi eða byggja ný hús, en staðreyndin er sú og hún hjálpar okkur ekkert í endurgerð Hverfisgötunnar. Þar ertu ekki með stétt sem uppfyllir lágmarksbreidd, þannig að það er einhvern veginn vantar að segja alltaf skal fjarlægja þrep ef mögulegt er við endurgerð eldri gangstíga. Þegar við gerum breytingar á húsnæði, þegar við segja alltaf aðgengismál skal leysa aðalinngang. Við eigum að gera aðgerðaráætlun og það sé einn leikskóli, hið minnsta fullkomna aðgengi fyrir börn og foreldra í öllum hverfum borgarinnar. Þetta eru litlu hlutirnir sem ég sé fyrir mér að verði í svona stefnu. Það er það hvernig tökumst við á við gráa svæðið. Af því núna erum við með enga stefnu til að leiða okkur í gegnum það. Þannig að þetta er ekki bara, það er alveg samanlega Áslaugu, stundum eru til stefnur og þeim er ekki fylgt, en staðreyndin í þessum málaflokki er að við erum ekki með neina stefnu. Við erum ekki neinstæði með það að skrifa niður almennilega hvernig við ætlum að handla svona hluti. Og ég vona bara þessi vinna gangi hratt og vel og vonandi þá hjálpa okkur öllum í að koma þessi betra form. Takk. Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar, þá svara borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir andsvari. Forseti borgarfulltrúar, já, ég bara fínt, búindu stefnu en eina, það er að mínum að þið eru góð vinnubrögð. Maður bara svona fer svona að spyrja sig þegar við erum endalaust að fá upp dæmi aftur og aftur sem að bara samræmast ekki þeim stefnum sem við þó höfum sett. En það er önnur umræða og það er kannski bara einhver hugsun sem að svona flög í gegn þegar við förum að tala hvar við erum stödd í hinum ýmsu málum. Og mér langar bara til þess að kannski bara bæta eins við því að já, það er alveg rétt að
byggingarreglugerðin mjög takmörkuð hvað kemur að ferlimálum. Það margt annað sem þarf að skoða og svo ég nefni þá til dæmis bara aðgengi í sundlaugum og opinberum stöðum sem fólk að njóta tómstunda og frístunda. Það að taka það inn í og svo hefur líka verið kvartað mjög við því að það sé ekkert aðgengi til dæmis út í Viðey og stöðum sem eru svona kannski maður ekkert að fara hverjum degi en fólk við eigum auðvitað þetta þarf að vera aðgengilegt. Við höfum bara að hugsa þannig að borgin á öll að vera aðgengileg. Fólk á að geta farið út í Viðey þó það þurfa að nota hjálpartæki eins og hjólastól. Það á bara að vera sjálfsagt mál. Svo eru það eitt bara að kannski til að nefna hér því að ég heimsótti aldraða mannesku daginn sem að býr upp í Grafvogi í Eyrborgum og hún sagði mér til dæmis þar að yfir jólin hafði ástandi verið þannig á planinu fyrir framann og bara á götunum. Hún býr ekki, það ekki hægt að ganga inni á milli Eyrborga og þjónustumiðstöðvar en þá hefði fólk til dæmis ekki bara komist á milli, bara vegna ís, það bara ís á planinu. Það bara ekki hægt að ferðast á milli staðana og í 6 vikur ákvað þessi kona að taka ekki hættuna á því að meiða sig á leiðin yfir, þetta örstutt, að meiða sig þarna yfir til þess að bara skila bókasamning. Manni finnst þetta eitthvað svo furðulegt að fólk einhvern veginn hafi ekki tækifæri til þess að láta laga þetta fyrir sig. En takk. Ásta María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, þá andsvörum lokið og Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langaði bara rétt að fá að taka þátt hér í þessari umræðu af því að mér finnst hún bæði mjög mikilvæg og líka vegna þess að mér fannst innlegg Kristínar Soffíu. Borgarfulltrúa Kristínar Soffíu Jónsdóttur mjög gott og þetta kvóti hennar sem ég ætla að fá eftir aðgengi ekki dýrt en ekki aðgengi dýrt. Mér fannst þetta til fyrirmyndar, ég skrifa þetta hjá mér. Mér finnst bara mjög mikilvægt að Reykjavíkurborg setji sér stefnu þetta og við bara tryggjum það að eftir henni verði farið. Algild hönnun og bara kannski líka svolítið ný hugmyndafræði og þar eru auðvitað stemt að því að aðgengi sé fyrir alla og fólki sé ekki mismunað eftir því hvernig aðstæður þeirra eru og hvort sem að að fötlun eða skerðingu eða veikindi eða aldur eða hvað sem að fólk komist inn og út úr mannvirkjum án þess að það hafi áhrif. Og ég vona bara eins og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir að þetta eigi eftir að ganga hratt og vel. Við vitum að Reykjavíkurborg ekki að standa sig nægilega vel í dag að tryggja aðgengi borgarbúa með fatlanir borgarrýmið og við vitum að aðgengi að sumum stofnunum borgarinnar þarf að breytast og ég held að séu allir hér allavega sammála það, þessu þarf að laga og ég held reyndar að flestir séu sammála það. En það eina sem ég langaði kannski aðeins að fá að bæta við var í þessari tillögu aðeins fjallað algilda hönnun í samhengi við fýsískt umhverfi. Í hugmyndafræðin byggir auðvitað líka á aðgengi að jafnræði og jafna möguleika á aðgengi að upplýsingum og þáttökum í samfélaginu. Byggingar og umhverfi eru auðvitað mikilvægur þáttur í því en það ekki það allt. Þannig að þetta kallast líka svolítið á við nýja upplýsingastefnu borgarinnar sem mikilvægt að koma í framkvæmd. Þar sem að kveðið var á að allir ætti að hafa aðgengi að öllum upplýsingum og þjónustu borgarinnar sem allir þjónustu sem við veitum hér í borginni. Þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að tengja þetta hugtak líka á þessar mannlegu aðstæður og eiginleika. Af því það jú umhverfið sem gerir fólk fatlað. Það þessar hindranir sem við búum til í umhverfi fólks sem að skapar það að það upplifir að það sé fatlað. Og þessi algilda hönnun nýtist auðvitað ekki bara fötluðu fólki. Við erum bara, fólk alls konar, með alls konar eiginleika og fötlun getur verið einn af þeim eiginleikum. En það eru margir aðrir eiginleikar sem að við öll kannski kynnumst, tímabundið eða alla ævi. Og með auknum aldri, hækkandi aldri borgarbúa þá líklegt að krafan á auki aðgengi að byggingum borgarinnar og borgarlandinu verði
verði sterkari. Og ég held að það sé mikilvægt að hafa samráð við borgarbúa í þessari vinnu. Ég held að þarfirnar eru svo misjafnar, það eru til alls konar efni sem hægt að nota sem er grundvöldarinn þess algilda hönnun, en þarfirnar eru mjög misjafnar og áherslurnar og ég held að það sé bara gott að fá líka borgarbúa með okkur í lið í að skilja hversu mikilvægt þetta er. Ég held að maður áttir sig í rauninni ekki á því fyrir maður lendir í því einhvern veginn sjálfur að átta sig á hvað ein lítil trappa getur breytt miklu og í rauninni hvað það er mikið ódýrara að hún verði aldrei til heldur en að þurfa að laga hana seinna. En mér fannst gott að heyra þetta með hjá Kristínu Soffíu Jónsdóttur, borgarfulltrúa. Ég hlakka til að sjá þessa niðurstöðu. Gott aðgengi er ekki lúxus, það er nauðsynlegt fyrir fólk til að geta tekið þátt í samfélaginu. Og mér langar að fá að enda á kvóti við stelp sem haft er eftir 17 ára stúlku sem að ferðast á rafmagnshjólastól í fyrirlestri sem ég hlustaði á fyrir kannski 2 árum sem að Snæfríður Þóra Egilsson hélt. Með leyfi forseta, þá sagði hún: það er sífellt verið að gera undanþágur fyrir nýjar byggingar að hafa ekki lyftu, þú veist. Þetta eins og að setja limmiða í glugga og segja: við viljum ekki svertingja í þetta hús. Það myndi allt tryllast yfir því. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og Áslu María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, óska eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarfulltrúar, þetta á nú ekki að vera sérstaklega mikið andsvar, ætlaði bara að fá að nýta tímann aðeins inn í þessari umræðu. Mér langaði líka bara til að bæta við þetta, þú veist, að þá er líka aðgengi að upplýsingum á netinu mikilvægur þáttur í bara allri umræðu aðgengi. Þó við sem að tala ferlimál hérna, þá skipt það líka verulegu máli. Ég veit að það hefur verið samþykkt einhvern tímann, ég man bara það eru mörg ár síðan borgarfulltrúi, ég held að það verið Kjartan Magnússon, lagði fram tillögu í borgarstjórn, ég held að það séu mörg ár síðan það að vefurinn yrði aðgengilegur og uppfyllti kröfur slíka vefi. Ég veit að það er verið að vinna því í Reykjavíkurborg og held að starfsfólk sé alveg að sinna því ágætlega, en þið sjáu hvað þetta tekur ofboðslegan tíma að tileinka sér vinnubrögð og ferla sem að skila því að upplýsingar til dæmis verða aðgengilegar. Þetta er örugglega eins með farið með önnur aðgengismál, þannig að það er auðvitað mjög til bóta að við setjum einhverja stefnu, en fyrst og fremst þurfum við að tína til allt sem við höfum samþykkt, og það eru fjöldi allra tillögum sem liggur fyrir einhvers staðar í bókum þá, ég veit ekki hver er að halda utan um þetta, en það væri auðvitað ráð að setja einhvern topp á það sem að þá fyndi einhvern farveg fyrir þetta allt saman. Áslu María Friðriksdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvarum lokið og næsta á mælendaskrá er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúar, ég vil bara aðeins koma hérna upp í þessari umræðu. Það skiptir auðvitað miklu máli að borgin sé með aðgengi fyrir alla og nauðsynlegt er að tryggja að svo sé. Og það sem í rauninni hryggir mig er það að hvað það tekur langan tíma alltaf hér hjá borginni að framkvæma hlutina. Það er endalaust verið að útbúa stefnur og skýrslur og búa til hópa, en það gengur mjög hægt að fylgja öllum þessum stefnum, skýrslum, hópum og svo framvegis. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir sagði hér áðan að það er engin heildstæð stefna til þessi mál og þar af leiðandi nauðsynlegt að slík stefna sé mótuð, en það er ekki nóg að móta alltaf bara stefnur. Það þarf að framfylgja þessum stefnum
og það hefur gengið illa hjá borginni að framfylgja mikið af þessum stefnum sem að búið að útbúa undanfarið. Aðgengi þegar að verið að fara í framkvæmdir hjá borginni náttúrulega ótækt að það sé ekki hugað að aðgengi fyrir allra, eins og við þekkjum á Hverfisgötunni og eins og við þekkjum varðandi framkvæmdirnar sem að farið í lagfæringar á Laugardalslauginni, að það skuli ekkert hafa verið hugsað til dæmis í þessum 2 nýlegu verkefnum að það þyrfti að tryggja aðgengi fyrir alla. Og nýlega á fundi ferilnefnda fatlaðra að þá bókaði Öryrkjabandalagið sérstaklega aðgengið að Borgarbókasafninu og aðgengi að Laugardalslauginni og það verður að tryggja þetta aðgengi og það á að vera metnaðarmál hjá okkur í borgarstjórn að lagfæra þessa hluti hratt og örugglega. Og það að fatlaðir komist ekki ferða sinna hér í miðbænum eða komist í sundlaugar borgarinnar auðvitað ótækt og það fyrir neðan virðingu okkar borgarfulltrúa að vera ekki búin að kippa þessu í liðinn. Þannig við þurfum að lagfæra þetta og við þurfum að setja heildstæða stefnu og við þurfum að vinna eftir því. Varðandi aðgengi fyrir þessi svokölda algilda hönnun sem virðist vera svo mikil misskilningur í umræðunni eins og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir bendir á, að margir halda að lausnin á húsnæðisvandanum sé sú að hætta við að hafa þessa svoköldu algildu hönnun. Það auðvitað bara ein af þessum mýtum varðandi það hvað þarf að breyta byggingarreglugerð til þess að húsnæðisvandinn leysist á Íslandi. Við verðum auðvitað að tryggja aðgengi fyrir alla og algild hönnun hluti af því. Auðvitað geta komið upp aðstæður við þéttingu byggðar þar sem algjörlega ómögulegt að fylgja atriðum sem í byggingarreglugerð eins og til að mynda að hafa bílastæði fyrir fatlaða inn á lóð þar sem engin lóð umfram húsin. Það verður auðvitað að leysa þá með öðrum hætti. En það á ekki að gefa einhvern afslátt af aðgengi fyrir alla þegar hægt að koma aðgenginu fyrir. Þannig að við þurfum að stofna slíkan hóp til þess að mynda þessa heildstæðu stefnu, en það ekki nóg. Við verðum að framfylgja stefnunni, við verðum að framfylgja þessu og huga að því varðandi alla framkvæmdir og endurbætur í borgarlandinu að það sé hugað að því að allir komist það. Og ég vil leggja það til að það verði gerð smá breyting á þessari tillögu meirihlutans að það sé bætt inn að í þessum hópi sitji líka aðili frá Öryrkjabandalagi Íslands. Þeir hafa oft kvartað undan því, eins og til dæmis varðandi ferðaþjónustu fatlaðra, að þeir hefðu ekki beina aðkomu að þessum málum, þó svo að þeir væru beðnir umsögn. Þannig ég held að það sé nauðsynlegt að það sé bætt inn, að það sé þó svo að það sé í rauninni að starfa eða ferilnefnd fatlaðra eigi að sitja í hópnum og þá held ég að sé algjörlega nauðsynlegt að það sé fulltrúi frá Öryrkjabandalagi Íslands. Og við vitum það líka að við munum eftir því að það var jólin að framkvæmdastjóri Strætó, hann tók sjálfur, fór ferð með ferðaþjónustu fatlaðra og reynsla hann af þeirri ferð var ekkert sérstök. Að hristast í bílnum þar sem að götur borgarinnar eru erfiðar, það eru hólur í götunum, hraðahindranirnar og svo framvegis. Þannig við verðum að gera miklu betur og það ekki hægt að vera með einhvern afslátt í þessu málum. Við eigum að sinna þessu vel. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Sæl, forseti, borgarfulltrúar. Takk fyrir borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Þetta fín ábending með Öryrkjabandalagi, ég ætla aðeins að fá útskýra af hverju það var ákveðið að fara þessa leið. Það stundum þannig að við erum alltaf tilbúin að spyrja bara manninn í hjólastólnum hvernig eigum við að gera þetta. Og við úthýsum svolítið ábyrgð okkar allra sameiginlega ábyrgð á aðgengismálum til notenda. Og það kannski ástæða fyrir við völdum hérna inn í þessa skipan að þarna væri fulltrúar frá byggingarfulltrúar, frá skipulagsfulltrúar, frá þeim sem framkvæma, frá öllum sviðum borgarinnar og frá þarna 2 ráðum
og síðan myndi formaður ferlinefndar sitja. Í ferlinefndinni sitja 3 fulltrúar frá Öryrkjabandalaginu og í greinargerðinni með erindisbréfinu sem ekki lagt fyrir hér þá gert ráð fyrir þessi stýrihópur starfi beint með ferlinefndinni. Það að segja ábyrgðin á gerð stefnunnar sé á höndum stýrihópsins að það sé starfað þá með ferlinefndinni í öllum stigum og gerð stefnunnar og þar eru með 3 fulltrúa frá Öryrkjabandalaginu. Ég verð að segja hérna inni að ég mjög ánægð með að heyra áhuga minnihlutans á aðgengismálum, þá er mjög mikilvægt að benda á að minnihlutin á fulltrúa í ferlinefnd Reykjavíkurborgar. Þegar kom að því að skipan þá hafði engin borgarfulltrúi áhuga að taka það sæti, né engin varaborgarfulltrúi og það er Ragnheiður Gunnarsdóttir frá Sjálfstæðisflokki sem held ég ekki á lista hjá okkur sem tók sæti í ferlinefndinni. Þannig að ég held að vera okkur í ferlinefndinni þetta mjög gaman að fá rauninni að eitthvað borgarfulltrúi minnihluturinn líka myndu koma inn í ferlinefndinni að henni algjör ólaskari af því að þetta er alveg satt. Það er erfitt að fá hlutina framkvæmda. Við erum einhvern veginn ofta að berjast við vindmyllur, þetta er tyrfið þannig að það væri bara flott að fá eitthvað kanon úr minnihlutunum með okkur í þetta verkefni af því það er sannarlega erfitt. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég sjálfsög fagna því að þetta mál sé á dagskrá. Ferlimál fatlaðra og aðgengismál sem snerta auðvitað fleiri en fatlaða, ekki síst bara alla þá sem eru hreyfihamlaðir og eldri borgara og svo framvegis. Nú, ég hins vegar velti því fyrir mér hvort að rétti hluturinn sé að stofna stýrihóp. Mér finnst það vera mjög algengt hérna í borgarstjórn að þegar að meirihlutinn er gripinn með allt niður sig í einhverju máli, afsakið orðbragðið, þá er rokið til og fluttar tillögur stefnumótun, skipun stýrihópa og svo framvegis. Lengi vel var það svo að slíkum málum var vísað til nefndar eins og hérna góðri íslensku. Það var skipun nefnd til að fara yfir hitt og þetta. Svo fekk orðið nefnd á sig óorð vegna þess að þóttir svo lítið koma hjá þeim og menn sáu það að kannski stjórnvöld á hverjum tíma þeim var gjarnt að vísa óþægilegum málum til nefndar og salta málin þannig í einhverja mánuði eða ár. Og þá brá einhver snillingur á ráð að finna upp orðið starfshóp og lengi vel var orðið starfshópur notaður sem var náttúrulega miklu betra orð heldur en nefnd og þá voru starfshópar skipaðir í alveg á færibandi hér í Ráðhúsinu. Tíma var komið út í orðið aðgerðahópur, tíma voru skipaðir aðgerðahópar en einhverju hluta vegna þá festist það nú ekki, það festist ekki mjög í sessi á tungumáli stjórnmálamanna og embættismanna. En síðan kom þetta frábæra orð stýrihópur sem að borgarfulltrúar heyra auðvitað slæru öll hinn orðin út í hugmyndafræði og snilli. Stýrihópur er náttúrulega miklu flottara heldur en að sitja í einhverjum aðgerðahópi eða starfshópi. Hvað þá nefnd? Stýrihópur. Það er einhver dulúð á bakvið þetta snjalla orð. En málið er semst þannig að eins og maður skynjar þetta og heyrir á formanni ferli nefndar fatlaðs fólks að málin er ekki í góðu horfi og hún gagnrýnir hvað seint gengur að koma þessum málum fram í borgarkerfinu. Það í sjálfu sér kemur ekki óvart. Það er gömulsaga á ný, ég held að hafi ekki hafist með skipan þeirra einstaklingar sem nú sitja í þessari nefnd. Oft í fortíðinni þá
þá hafa einstaklingar innan Öryrkjabandalagsins og Sjálfsbjargar í Reykjavík brýnt okkur borgarfulltrúa og hvatt okkur til góðra verka í þessu skyni. Ég ætla hér í framhjálpi að leyfa mér að minnast á mann sem vann mjög gott verk að þessum málum. Þórir Karl Jónasson heitinn, sem var lengi formaður Sjálfsbjargar í Reykjavík. Hann var duglegur að koma skilaboðum til okkar stjórnmálamanna og ég man oft eftir því að það voru tekin upp mál sem hann hafði lagt áherslu á. Og ég man samt ekki betur heldur en það gengi bara furðu vel að ná samstöðu þessi mál ef maður tók þau inn í til dæmis samgöngunefnd á þeim tíma eða umhverfisráð eða borgarráð. Og það dugði oft best að taka upp einstök mál og koma þeim fram, ef svo má segja, vegna þess að það var svo skýrt hvað var að ræða í hverju tilviki. Ef til dæmis að það kom fram tillaga það þyrfti að bæta aðgang fatlaðra í Mjóddinni eitthvað slíkt, það var alveg ljóst við hvað menn áttu og þá var hægt að vísa tillögunni áfram inn í borgarkerfið, gera eitthvað embættismann ábyrgan. Það var mjög mikilvægt þegar var gengið frá máli á fundi að spyrja hvað embættismaður tækið að sér, ekki bara vísa því inn í kerfið á þess að nokkur bæri ábyrgð. Hins vegar gerist það líka stundum að menn vildi ekki samþykkja svona sértækar tillögur og sögðu við skulum frekar samþykkja eitthvað almennt að skoða bara þessi mál í borginni í heild sinni. Það faglegra að skoða málin í heild sinni heldur en að vera með svona sértækar úrbætur. Og oft félst maður á slíka úrlausn og samþykkti einhverja heildstæða, það farið í heildstæða stefnumótun eða búin til einhver heildstæð skýrslu eitthvað slíkt. En því miður verið að segja eins og þegar maður svona lítur tilbaka að það bar miklu sjaldnar árangur. Því miður borgarfulltrúar góðir þegar við fórum ykkur svona heildstætt. Eina sem gerðist oft í þessari heildstæðu vinnu það að það fékk ykkur önnumkafinn embættismaður það til viðbótar að skrifa viðkomandi skýrslu eða fara í þessa heildstæðu stefnumótun. Það gat tekið ár eða jafnvel fleiri ár og svo kom ykkur stefna sem var mjög flott og var samþykkt en eftirtekjan varð einhvern veginn oft rýr, fannst manni við það. Og nú stöndum við frammi fyrir því að það tiltölulega nýbúið að vinna skýrslu þessi mál sem er að mörgu leyti mjög góð og nokkuð ný sem mér skilst að hafi verið tekin fyrir þessari ferlinefnd. Það er skýrsla frá Access Ísland svokölluðu en mér skilst að það sé ekki búið að koma inn í framkvæmd úr þessu skýrslu þrátt fyrir að hún hafi verið tekin fyrir ferlinefndinni og ræddum hana þar. Ég er með fundargerð hér frá síðasta fundi ferlinefndarinnar frá 25. febrúar síðastliðinn, hún er nokkurra daga gömul og þar leggur fulltrúi Öryrkjabandalags Íslands fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Ekki langt síðan farið var í viðamiklar og kostnaðarsama breytingar á Laugardalslaug. Þrátt fyrir þessar breytingar virðist sem aðgengi fyrir fatlaða hafi verið fremur endasleppt. Ekki var gert ráð fyrir búnaði fyrir fatlaða til að komast hvorki ofan í sundlaug eða potta í þeim breytingum. Skýrsla Access Iceland, aðgangsmerkjakerfið EHF, staðfesti það. Skýrsla Access Iceland er síðan í júlí 2015 og undarlegt að ekki sé búið að koma nein í framkvæmd þrátt fyrir afgreiðslu ferlinefndar frá 23. júlí 2015 og ítrekkaðar kvartanir sem meðal annars hafa ratað inn á borð fulltrúa Öryrkjabandalags Íslands í ferlinefnd. Úr þessu verður að bæta með búnaðarkaupum og öðrum lagfæringum sem framkoma í skýrslu Access Iceland og það tafarlaust. Það er ekki hægt að kveða öllu fastar að orði, borgarfulltrúar góðir. Eins og þetta blasir við mér, þá er það þannig að þarna hafi legið fyrir í að minnsta kosti 7 mánuði í ferlinefndinni ágætis skýrsla nokkur mál sem eru aðkallandi í borginni varðandi aðgang fatlaðra. Greinilega vönduð skýrsla og vönduð vinna, hún hefur verið tekin fyrir. En það gengur hins vegar illa að koma þessum málum fram. Og ég velti því fyrir mér, eru við einhverju bættari við það að skipa þennan svokallaða stýrihóp, tilnefna fólk úr hinum ýmsu nefndum og ráðum til þess að vinna frekar þessum málum. Ég sé að það er gert ráð fyrir í tillögunni að starfshópurinn skili niðurstöðum fyrir 1. desember 2016. Þýðir þetta það að getur verið að svona tillaga gefi einhverjum í borgarkerfinu, stjórnmálamönnum og embættismönnum afsökun
til að sitja aðgerðalausir til þess tíma, til 1. desember 2016. Þessari skýrslu á væntanlega að skila sama dag eða bara svipað leyti og fjárhagsáætlun borgarinnar verður samþykkt. Þannig að sennilega verður of seint að áætla einhver framlög á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2017 til þessa verkefnis. Mér líst ekki alveg á þetta, sko, eða það verið gaman að heyra rökstuðning frá formanni nefndarinnar hvort að við verðum í alvöru bættari með þetta. Ég man ekki betur en í fortíðinni þá höfum við samþykkt hér í borgarstjórn ýmsar stefnur, ýmsar bókanir í borgarráði eða umhverfis- og samgönguráði og svo framvegis sem eru bara nokkuð góðar. Við höfum alltaf náð samstöðu um þetta því að þetta er auðvitað eitthvað sem allir borgarfulltrúar vilja bæta og er ekki hægt að fara eftir þeim og reyna bara að laga hlutina strax, vera í góðu samstarfi við Öryrkjabandalagið og fleiri aðila sem koma að þessum málum, reyna bara að átta sig á því svona hvar skóinn kreppir helst og reyna að koma þessi lag. Þannig að ég held að vera minnst okkur ágætt að fá rökstuðningin fyrir því og eða minnst okkur fá skýra viljayfirlýsingu að þrátt fyrir þessi hópur verið skipaður þá verði unnið á öllum vígstöðum áfram að þessum málum. Svo sem ekki alveg uppörvandi að heyra formann nefndarinnar komi hér og lýsa því hvað gangi illa að fá hlutina framkvæmda og kannski eitthvað sjálfsgagnrýni í þessum orðum fólkin sem er virðingavert. En ég er alveg viss um það að ef við reynum bara eftir þessu umræðu hér í borgarstjórn, borgarfulltrúar að reyna að setja þessi málfrekar á oddinn og reynum hann á samstöðu það í nefndum og ráðum að láta verkin tala, þá er ég viss um að við getum komið ýmsu góðu í framkvæmd og þurfum ekki að bíða eftir einhverju skýrslugerð sem kannski tekur upp undir ár. Mér skilst að ýmislegt af því sem til dæmis Öryrkjabandalagið biður að sé bætt, það sjálfur sér kosti litla peninga, jafnvel í enga peningi í einhverjum tilvikum. Þannig að ég velti því svolítið fyrir mér af hverju að vera að fara enn einu sinni í einhverja stefnumótun sem mér finnst við hafa farið margoft í áður, en það væri að minnsta kosti gaman eða fróðlegt að heyra rökstuðninginn það. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Hún er búin með andsvarsrétt sinn en fær hér að gera stutt athugasemd. Ég get líka að segja aftur á mælda, sko, komið. Ég verð að segja bara, og mér finnst leiðilegt að segja það, forseti, kæru borgarfulltrúar, að mér fannst þessi ræðu borgarfulltrúa Kjartan Magnússoni sýna glöggt hversu lítið hann þekkir aðgengismálin og hversu lítið hann er inn í þessum málaflokki. Í fyrsta lagi er ekki til nein stefna. Það var engin sjálfsgagnrýni fólgin í því að það gangi hægt að framkvæma. Af því það er ferlinefndin sem er búin að láta gera allar þessar úttektir, það er ferlinefndin sem er búin að ákveða hvað eigi að vera framkvæmt og nei, ég mun aldrei mæta sjálf niður í Laugardalslaug og byggja neitt ramp, þannig að gagnrýnin á hægaganginn henni var ekki beint í sjálfum minn. Af hverju vantar stefnu út af nákvæmlega þessu? Það er engin stefna sem segir allar laugarnar eiga að vera aðgengilegar. Og við erum líka aldrei að fara að gera allar laugarnar okkar aðgengilegar. Við förum ekkert og reddu málunum. Ferlimál í Reykjavík er í það slæmu málum að við þurfum að horfast á þetta sem langtímaverkefni og við þurfum að setja niður lítil skref og litlar vörður til þess að verði eitthvað gert. Að koma hérna upp og segja við þurfum bara að redda þessu sýnir algjört skilningsleysi gagnvart þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir. Það sem ég sé fyrir mér að við byrjum á að setja stefnu allavega ein sundlaug á að vera fullkomlega aðgengileg. Allavega einn leikskóli hverju hverfi. Áður en við byggjum fleiri stúkur við fótboltavelli þá gerum við allar þær stúkur sem eru þegar byggðar fullkomlega aðgengilegar. Þetta er stefnan sem vantar. Svona stefnu getum við framfylgt í fjárfestingaráætlun og þess vegna þarf hana að segja bara, förum bara og reddum þessu og hvað á ég að gera það persónulega, Kjartan, þetta er bara bull. Fyrir ekki borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutt athugasemd, þá gerir borgarfulltrúi Kjartan Magnússon stutt athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það er athyglisvert að heyra hvaða orðbragð borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir grípur til þegar að ég kem hér með málefnalega gagnrýni á stjórn þessara nefndar sem hún situr í, ferli nefndar og veitir forstöðu. Og því miður er það líka dæmigert fyrir hennar málflutningin í borgarstjórn að hún gerir mér upp skoðanir og gerir mér upp ummæli sem ég hef ekki sagt.
Ég sagði aldrei að við þyrftum bara að fara á redda þessu, eins og borgarfulltrúar og fulltrúar ítrekað. Ég sagði nota ekki orðið redda. Fyrir mér orðið redding, það einhvers konar redda og redding, það einhvers konar handarbaka vinnubrögð sem við höfum að sjálfsögðu ekki að vita af þessu málaflokki. Ég mæltist ekki til þess að borgarfulltrúinn mætti sjálfur í Laugardalslaug og reddaði hlutunum. Það sem ég talaði var að við ættum að taka þessi mál bara meira inn í nefndir og ráð borgarinnar. Ég sé til dæmis íþrótta- og tómstundaráði sem yfir Laugardalslaug og ég lýsi vilja minni til að taka þessi mál upp þar á næsta fundi, ekki neitt mál. Og þannig getum við unnið betur að þessum málum, við getum gert það strax, en þurfum ekki að bíða eftir að einhver skýrsla fyrir 1 milljón sem tekur kannski upp undir ára að skrifa, skili sér innan úr kerfinu. Margt þess að gera strax og ég fullyri það bara, þó mér hefur nú verið gerðar upp eitthvað slæmar skoðanir hérna borgarfulltrúanum, þá fullyri það að allir borgarfulltrúar eru vonandi einlægir í því að koma þessum málum áfram og við getum unnið að því í öllum nefndum á ráðum borgarinnar. Kannski máli búa til þess að stefnu líka, en ég bara vona að svo vinna tefji ekki þessi þörfu mál sem þurfa að komast fram. En borgarfulltrúar fullyrti það að það væri ekki til nein stefna. Ég hef nú ekki allir þessar stefnur í kollinu sem hér hafa verið samþykktar, en mikið kemur nú mér á óvart ef að í öllum þessum fínu stefnum sem Reykjavíkurborg hefur samþykkt inn í ýmsum málum, að þar skuli ekki vera ýmislegt orðalag á mörgum stöðum, samþykkta stefnum til þess bara hér í borgarstjórn, sem borgarfulltrúinn sem formaður Ferlunetta fatlaðra ætti þá að hafa kynnt sér, en hefur greinilega ekki kynnt sér, heldur kemur hér og gerir öðrum upp þekkingarleysi í þessu máli. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið að gera stutt athugasemd og þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góði borgarfulltrúar. Ég kem hér upp, ætlaði nú að hlusta á þessa athyglisverðu umræðu, en ég kem hér upp, ég sé mig knúinn til þess að gera athugasemd við það sem að borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir sagði hér áðan, að það var eins og að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og eða Framsóknar og flugvallavinna, borgarfulltrúar minnihlutans hefði ekki áhuga á því að eiga fulltrúa í ferlunefnd fatlaðs fólks. Hefði ekki áhuga á því. Ég ætla bara að segja það, kæru borgarfulltrúar, ég hafna þessum málflutningi alfarið og ég minni á það að í september 2014 þá þurftum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að flytja það sérstaka tillögu á borgarstjórnarfundi að minnihlutinn fengi bara yfirleitt að eiga fulltrúa í ferlunefnd fatlaðra. Það var bara ekkert gert ráð fyrir því að það kæmi einn einasti fulltrúi frá minnihlutanum. Þannig að á borgarstjórnarfundinum að þá óskuðum við eftir því að lögðum fram tillögu það að það væri ekki bara einn fulltrúi úr borgarráði sem væri borgarfulltrúi eða varaborgarfulltrúi sem að færi inn í þetta, auk 3 frá Öryrkjabandalagi, einum frá félagi eldri borgara og einum frá Þroskahjálp. Það eru 6 fulltrúar. Þannig ætlaði meirihlutinn að hafa þetta. Við óskuðum eftir því að minnihlutinn fengi að tilnefna einn fulltrúa að auki, 7. fulltrúa. Og það var reyndar samþykkt. Meirihlutinn stóð að því að samþykja það með okkur. Þannig að við þurftum að fara í gegnum þetta ferli, fá þessa breytingu. Og svo stendur núna borgarfulltrúi meirihlutanum og segir að við höfum ekki haft áhuga á þessu. Við áttum ekki einu sinni að fá að vera með. Við lögðum ekkert fram tillögu það að ætti að vera borgarfulltrúi. Við lögðum bara áherslu á það þegar við vorum svo að finna út hver ætti að vera fulltrúi okkar þarna inni, að finna fagmanneskju. Einhverja sem að hefði mjög mikla þekkingu á málefnum fatlaðs fólks, þekkingu á ferlimálum og þekkingu bara allan hringinn. Við fengum Ragnheiði Gunnarsdóttur hjúkrunarfræðing sem mikil fagmanneskja í þessum málum sem og öðrum málum sem hún kemur að í þessa nefnd. Og ég veit ekki betur en að hún hafi staðið sig þar með alveg afburða vel og bara mjög góður fulltrúi fyrir okkur í minnihlutunum. Við höfum ekki litið svo á til þess að þetta væri pólitísk nefnd, heldur fyrst og fremst nefnd sem væri að vinna að því sem við öll hljótum vera sammála að laga ferlimál fatlaðra. En svo náttúrulega umræðan hérna búin að draga fram í dagsljósið að það þetta ekkert í lagi í þeim málaflokki vegna þess að það búið að búa til skýrslur og gera einhverja samþykktir og hvað það nú kallast, en lítið verið gert. Og við lögðum fram borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins síðustu viku fyrirspurn í borgarráð það hvers vegna til dæmis ekki væri búið að fara tillögum það
að gera aðgengi að Laugardalslaug og pottum þar aðgengi þar fyrir fatlaða eins og voru tillögur á síðasta ári og var fjallað í ferðinefnd fatlaðra. Það sem að þarf auðvitað að gera það þarf bara að vera nákvæmar, ég meina hver stærsta stefnumótun okkar hérna í borgarstjórn? Það er auðvitað fjárhagsáætlun. Hvar getum við séð það í fjárhagsáætlun að ferðinefnd fatlaðra hafi sé með einhverja sérmerkta liði? Ég held að við þurfum að taka upp einhver slík vinnubrögð. Það er alveg eðlileg gagnrýni að tala það að við séum mjög dugleg hér að búa til hverju og eina stefnun og fætur annar og svo erum við ekkert að gera í því að framkvæma. Og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir kom reyndar inn á það hér í upphafi. Og ég ætla að taka undir með borgarfulltrúi Kjartani Magnússyni að í því var fólgin ákveðin sjálfsgagnrýni. Það er bara gott. Það er bara gott. En ég sem sagt hafna því alfarið að við þurfum að setja undir því að við höfum ekki áhuga á að taka þátt í málefnum ferðinefnda fatlaðra þegar það stóð ekki einu sinni til að við værum þar. Og við þurftum að flytja það sérstaka tillögu í borgarstjórn í september 2014 sem fékkst reyndar samþykkt. En mér finnst alveg ótrúlegt að setja undir því að heyra svo frá borgarfulltrúa meirihlutans að við höfum ekki haft áhuga á að taka þátt í þessu. Það er alveg fáránlegt. Ágætu borgarfulltrúar. Algjörlega fáránlegt að setja undir slíkri umræðu. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, ágætu kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar. Það er bara eitt atriði sem mér langar aðeins að komi hér fram, en það er það að það er árlega veitt ákveðnu fé til að bæta aðgengismál. Og ef ég man rétt þá eru þetta 65 milljónir sem eru núna á fjárhagsáætlun og þetta er sem sagt hugsað til að bæta aðgengi að húsnæði borgarinnar sjálfrar. Og þetta hefur verið og upp úr 60 milljónum síðustu ár. Það er hins vegar svo að þessi fjárheimild hefur ekki alltaf verið nýtt að fullu og það hefur nú reyndar alltaf komið mér svolítið óvart þegar það hefur ekki verið gert því að ég hef ekki upplifað það að þörfinni fyrir úrbætur væri fullnægt. En það er sem sagt rangt hjá borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni að það sé ekkert fé áætlað í þetta mál og leiðréttist það hér með. Björn Blöndal borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar, þá svara borgarfulltrúi borgarfulltrúi Halldór Halldórsson andsvari. Nei, það er... Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, ég þakka borgarfulltrúanum og formanni borgarráðs fyrir þessa ábendingu, en ég ítreka það að það er samt sem áður einhvað sem þarf að gera betur í þessu. Það er alveg ljóst, minnst umræðan hafa dregið fram og eins líka fyrirspurn okkar í borgarráði síðast og bókun fulltrúa Öryrkjabandalagsins Sjálfsbjargar í síðustu viku. Svo finnst mér áhugavert bara í þessu samhengi að því að hér var ég að tala fjölda starfshópa, endalaust verið að setja upp starfshópa en minna verið að framkvæma. 2. mars á síðasta ári er fyrirspurn Framsóknar flugvallavinna fjölda starfshópa á kjörtímabilinu svarað. Þá voru 8 mánuðir liðnir á kjörtímabilinu og það var búið að skipa 74 starfs- og stýrihópa með erindisbréfi. Eftir 8 mánuði voru liðnir á kjörtímabilinu og búið að skipa 74 starfs- og stýrihópa. Þannig að það segir okkur náttúrulega svolítið það. Auðvitað er mjög víða sem að þarf að móta stefnu. En það segir okkur svolítið það í hvaða stöðu við erum. Við erum alltaf að stefnumóta, við erum alltaf að gera nýjar stefnur, en það stendur á framkvæmdinni. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið við að svara andsvari, þá er andsvarum lokið og Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi er næst á nei, það er, þú ætlaðir að ljúka. Já. Nei, þá er það Kjartan Magnússon borgarfulltrúi sem er næstur á mælendaskrá.
Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þessi umræða er fróðleg, hún hefur leitt ýmislegt í ljós í mínum huga, til dæmis það að formaður ferlinefndar, hann virðist þjást af einhvers konar samviskubiti við sínum störfum í þessari nefnd. Viðurkennir í rauninni að þessi mál séu í slæmu horfi, en svo þegar maður fyrir að athuga svona að spyrja út í störf nefndarinnar sem leitt af þessum ágæta borgarfulltrúa, þá finnst manni, þá er alveg greinilegt að verkstjórnin er eitthvað ábótavant. Þegar við förum að tala hér fjárveitingar sem hefur eyrnamerktar aðgengismálum fatlaðra, þá erum við upplýst það að formanni borgarráðs að það séu 65 milljónir sem séu eyrnamerktar í þann lið. Í mínum huga ættu fáir að vera betur til þess bærir heldur en ferlinefnd fatlaðra að ráðleggja okkur hvar þörfin sé brýnust og hvernig við eigum að verja þessu fé. Ýmislegt hægt að gera fyrir 65 milljónir borgarfulltrúar góðir. En ég velti fyrir mér og bara spyr formann nefndarinnar, voru aðrir nefndamenn upplýstur þetta? Hefur ferlinefnd fatlaðra, hefur hún formlega verið upplýst það að þessi peningar séu til ráðstöfunar og verið gefinn kostur á því að gefa formlega umsögn, ráðleggingar til borgarráðs, hvernig að verja fénu? Við þekkjum það að hér í borgarkerfinu þá höfum við fagráð og ýmsar nefndir sem hafa áhrif á það og eru borgarráði til ráðgjafar það hvernig að verja slíkum peningum. Hefur það verið gert í þessu tilviki? Hefur nefndin tekið að formlega til umfjöllunar hvað sé miklir fjármunir til ráðstöfunar til þessara mála hjá Reykjavíkurborg og skilað áliti til borgarráðs það hvernig eigi að verja þeim? Ég hef ekki orðið var við það, en það fyrir ýmislegt að fram hjá mér, og ég hef verið hér sakaður þekkingarleysi á málaflokknum, þannig að það verið ágætt ef formaður gæti upplýst okkur það. Nú, svo finnst mér bara ýmislegt með ólíkindum að eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson benti hér á, að það er einhvern veginn reynt að nota það sem tilefni til árása á okkur sjálfstæðismenn og við sakaðir þekkingarleysi og áhugaleysi á málaflokknum, að sá sem við skipum í þessa nefnd skuli ekki vera borgarfulltrúi eða varaborgarfulltrúi. Hvers konar titlatók þetta? Geta störf fólks í þágu borgarinnar ekki, þó hinu pólitíska kerfi séu, geta þau ekki bara verið mjög góð, þrátt fyrir að fólk sé að ræða sem ber ekki titilinn borgarfulltrúi eða varaborgarfulltrúi? Ég bara man ekki til þess að það hefur verið ráðist á fólk áður og störf þess gerð tortryggileg hér í borgarstjórn, fólk sem er ekki á borgarstjórnarfundum og getur ekki borið hönd fyrir höfuð sér, að það séu fundað þeirra störfum vegna þess að það hafi ekki titilinn borgarfulltrúi eða varaborgarfulltrúi. Mér finnst þetta algjörlega með ólíkindum. Mér finnst líka beinlínis lúalegt að hér skuli formaður nefndar sem á þetta verið til fyrirmyndar þessum málum koma upp og saka okkur þekkingarleysi og áhugaleysi þessum málum. Bara benda borgarfulltrúnum á að Sjálfstæðisflokkurinn hefur margoft átt frumkvæði að því að koma með tillögur að bæta aðgengismál fatlaðra. Það hefur ekkert verið neitt þakkarvert í sjálfu sér. Yfirleitt, ég hef flutt margar slíkar tillögur og yfirleitt hefur náð góðst samstaða þær. Ég bara, að hér var vegið með persónulega, þá vil ég bara það komið fram að ég þótti að minnsta okkur ekki svo ónýtur í þessum málum á sínum tíma þegar ég satt í því ráði sem þessi borgarfulltrúi situr í núna eða hefur setið, að formaður Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu skrifaði sérstaka grein til þess að þakka mér og öðrum sjálfstæðismönnum málafylgju í þessum málum innan nefnda og ráða borgarinnar. Og þetta nefna mörg dæmi þar að lútandi. Hins vegar í þessum málaflokki þá finnst mér að við eigum ekki að takast á með fúkyrðum hvert í annars skarð. Við getum gagnrýnt vinnubrögðin og ég held að það hefði svo sannarlega mátt standa betur að verkstjórnin þessari nefnd án þess að saka hvert annað beinlínis áhugaleysi og þekkingarleysi. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá komið hæstvirtur borgarstjóra að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi nú byrja á því að þakka fyrir þessa tillögu. Ég held að hún sé mjög tímabær. Mér finnst ekki alveg umræðan endurspegla hvað hún felur í sér.
Hvað er við með því? Jú, við höfum verið með stefnu aðgengismál varðandi byggingar Reykjavíkurborgar síðan 2004 og ferlinefndina frá þeim tíma. Fjárveitingarnar sem eru á fjárhagsáætlun eru fyrst og fremst fjárveitingar til þess að gera umbætur í okkar byggingu þar sem við veitum þjónustu borgarinnar. Það sem við erum að tala hér stærri sýn. Það að segja hvernig við sjáum fyrir okkur heildstæða stefnu og sýn á aðgengismál borgarinnar í heild, borgarlandið, alla í raun hönnun þar. Við erum með öðrum orðum að víkka umræðuna, víkka nálgunina, þannig að ná ekki bara til byggingana, þetta líka til þess þegar við erum að hanna götur og gangstéttir og líka þegar við erum að veita alls konar einkaaðilum leyfi til þess að gera hluti. Þetta hefur að ýmsu leyti verið hluti af byggingarreglugerðinni en ekki öllu leyti. Og aðgengi víðara heldur en umræða þröskulda eins mikilvægir og þeir eru. Og ég vildi bara hnykkja á þessu að við erum í raun að tala þarna víðari mynd og tæki borgarina til að hafa áhrif þar á eru sum þekkt en sum kannski ekki. Og ég held að þurfi bara að fara yfir það hvar borgin kemur að, hvernig við getum lagt gott til. Við höfum nálgast þetta út frá regluverki ýmsu leyti og aðeins peningum þegar kemur að borgarstofnunum. En við getum líka farið í hluti eins og litlar hönnunarsamkeppnir, litlar samkeppnir lausnir eins og við vorum í núna varðandi nýsköpun í velferðarþjónustu. Og það hægt að velta upp alls konar hlutum eftir því sem að umræðan verður skipulegri, skynsamlegri og lausnamiðari. Vegna þess að borgir byggjast ekki á fáum árum og Reykjavíkurborg hefur sannarlega byggst á miklu lengri tíma en frá 2004 og meiri segja miklu lengri tíma heldur en umræða aðgengismál hefur verið í samfélaginu. Þannig að það eru fjölmörg verkefni sem að tengjast þegar byggðir í borg og auðvitað aðgengismálum í náttúrunni, það alveg risasvið. Og þar hefur verið nefnd, en við þurfum kannski líka að tala útivistarsvæði eins og Heiðmörk. Hvað ganga langt í því? Það alveg ljóst að það ekki kannski raunhæft að gera alla hluta Heiðmerkur og öll rjóður aðgengileg, en ef að gera einhver. Hvað með Esjuna? Hún sannarlega ekki aðgengileg. Á það skipta máli í umræðunum það hvort að kláfur upp á Esjuna sé skynsamlegur. Við erum ekki að fara að setja kláf á öll fjöll, en einhver. Og þannig held ég að við eigum að líta á þessa tillögu og þessa stefnumörkun sem í framhaldinu til að styðja við það sem við erum að gera inn í ferlinefndinni, en jafnframt til þess að víkka sjóndeildarhringinn og ekki loka hvorki viðfangsefnin, lausnirnar eða það sem okkur ber að gera inni í umfjöllunarefninu eins og það var skilgreint í stefnunni 2004. Og það eins og framkomi á framsögumanni tillögunnar alveg ljóst að þegar við erum að tala þetta víðasvið, aðgengi í víðri merkingu og aðgengi ekki bara í borgarstofnunum, heldur borgarlandinu, að þá það alveg klárt. Við erum ekki með skýra stefnu sem tekur á helstu álitamálum, listar upp lykiltækin og leggur okkur línurnar og leiðbeinir öðrum sem við höfum kannski ekki beint yfir að segja. En við viljum samfélag fyrir alla, við viljum samfélag sem aðgengilegt og ég held að góð stefna okkar á þessu sviði geti rutt þarna brautina eins og stefna Reykjavíkurborgar á sviði jafnréttismála og mannréttindamála ýmsu öðru leyti hefur gert á öðrum sviðum í gegnum tíðin. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég bara mjög ánægð með hitann sem hljóp inn að þessu umræðurnar. Ég vildi við værum alltaf svona spennt fyrir aðgengismálum af því við þurfum líka að læra að setja aðgengishattinn á okkur í öllum ráðum. Ferlinefndin starfar þannig að við fáum beiðnir breytingar við bregðumst við og leggjum þær fram. Eina hlutverk ferlinefndarinnar að útdeila þessum peningum og auðvitað eru allir fulltrúar ferlinefndarinnar meðvitaðir það fjárheimild og þannig störfum við. En það bara ekki nóg. Ég sat í umhverfis- og skipulagsráði þegar við samþykktum Hverfisgötuna. Ég var ekki með aðgengishattinn minn á. Ég vaktaði það ekki.
Það var enginn í ITR sem fattaði það þegar samþykktar voru breytingarnar í Laugardalslauginni að heill hópur væri að gleymast í samfélaginu. Við þurfum öll að keyra þennan hita aðeins upp í okkur. Við verðum að takast aðeins á, við verðum líka að takast á við þá raunveruleika að þetta er verkefni okkar allra. Og við þurfum líka bara að taka þennan hita sem er búin að skapast í umræðunum með okkur út í öll ráð og nefndir og muna að vera alltaf með aðgengishattinn á okkur líka. Og til þess erum við með stefnuna núna, til þess vil ég fá þessa stefnu, þess við förum öll og kynnum okkur málun og við þekkjum þetta og við getum talað hérna inni af nákvæmlega þessum hita og verið jafn pirruð og reið þegar við áttum okkur á því að við erum að skilja fólk út undan, að við erum að skilja reykingu út undan frá rauninni eðlilegum stofnunum og eðlilegri starfsemi í borginni. Og til þess vil ég ræða þetta hérna í dag og mér finnst sú umræða bara vera að virka mjög vel. Og ég veit það að þessi stefna mun hjálpa okkur gríðarlega mikið. Ég veit það að því ég er búin að vera núna að starfa í ferlinefndinni og það að vera með ferlinefndinni fínt, en þar erum við að bregðast við. Þar erum við að bregðast við að bæta við rampi, að laga, að gera úttektir, en okkur vantar framtíðarsýn, hvert ætlum við eiginlega að fara eins og borgarstjóri kom inn á. Og það þurfum við að gera, við þurfum að vera sína framsýni og sjá fyrir okkur allavega í einhverju fjarlægri framtíð. Eitthvað sem er fullkomið, en strax á morgun og strax á næsta ári eigum við að vera búin að laga fullt af hlutum. Sumar stefnur endur í skúffu, eftir öðrum er unnið. Við erum með ferlinefnd sem er starfandi og allir fulltrúarnir starfa vel og auðvitað líka Ragnheiður Gunnarsdóttir og ég fann ekkert að hennar störfum og ég tók það sérstaklega fram. Ég bara vildi óska að einn borgarfulltrúi, að það væri fleiri borgarfulltrúar í nefndinni, af því það er bara meiri slagkraftur, meiri pólitískur slagkraftur í því að það séu fulltrúar í nefndinni sem sitja líka í öðrum ráðum borgarinnar og hafi betri tengingu inn í kerfið. Við munum síðan halda áfram að vinna með þessa stefnu og vonandi fá að vera framvirkari og vonandi þá fá að eyða meira af þessum peningum sem við eyrnamerkjum á hverju ári í ferlimál, að það staðendur svo þeir eru ekki að eyðast. Við erum að samþykkja breytingar og tillögur, þetta fer einhvern veginn og velkist svolítið í kerfinu og við erum alltaf að bregðast við. Að mínum mati þurfum við að fara að skoða þetta á allt annan hátt og þetta er fyrsta skrefið og eins og ég segi, ég bara vona að allir verði spenntir og verði bjóðið sig fram í að sitja í þessum stýrihópi og bjóðið sig fram í það að móta framtíðarstefnu fyrir Reykjavík og við getum strax á næsta ári farið að sjá mun á borgin okkar og sjá hana aðgengilegri. En bara takk fyrir skemmtilegar umræður í dag og bara áfram veginn, aðgengi fyrir alla. Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða tillöguna. Þessum samþykkja tillöguna gefi merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og hér áskilja borgarfulltrúar sér rétt til bókunar. Þá göngum við til annars liðar á